Svo ætlum við að tala að lokum bók Lindu Vilhjálmsdóttur, Frelsi. Þetta ljóðabók, þetta náttúrulega eina af þessum mörgu ljóðabókum sem að koma út á þessu ári. En sko Linda náttúrulega engin nýgræðingur, hún búin að gefa út ljóðabók og rauninni, ég held að sko, hún hefur verið mjög áhrifamikil ljóðskáld. Ég held að hún hafi haft mikil áhrif á svona mörg yngri skáld og ekki kannski síst konur sem yrkja. Alveg örugglega sko. Og þetta ekkert eina af þessum ljóðabókum sem að koma út. Þetta ljóðabókin fyrir þessi jól. Síðasta bók Lindu kom 2006. Síðan hún búin að vera að vinna í þessari bók. Og þetta svo vel unnið, þetta svo vel hugsað. Mér finnst ekki einu sinni vera nein bók í sömu tröppu í stiganum eins og þessi. Engin samkeppni? Nei. Þetta skiptist í 3 kafla. Það sem skóðærið, það grillið á kvöldin, síðan ferð til Palestínu, þar sem því velt upp hvað þetta frelsi sem að útrásarvíkingarnir voru alltaf að boða okkur snýst í raun og veru hjá fólki sem hefur við eitthvað að glíma og síðan kemur síðast kaflinn sem hér og nú og það sem að stjórnmálamennirnir eru að gera þeir ekki að safna í nýtt grill svo við getum byrjað partí. Þeir eru að safna í nýtt grill. En þetta bara þræl pólitískt? Þetta mjög pólitískt. Feminist, pólitískt og bara kröftuð og hún reið en þú veist, textinn alveg silfurtær. Þú veist, hún missir sig ekki í nein stórirði og þetta bara ofboðslega áhrifamikil og vel unnin bók. Það svona meitluð kaldhæðni og rosaleg nákvæmni með allt og náttúrulega kraumandi reiði yfir því hvert við erum komin sem mannkyn, sem Íslendingar, sem fólk. Ég tek alveg undir það. Þetta ég búin að fara yfir margar af ljóðabókum flóðsins og þetta bókin. Og þetta bókin? Já. Menn eru fannir að velta fyrir sér tilnefningum til íslensku bókmenntaverðlauna sem verða held í birtar hérna í næstu viku, svona venju samkvæmt. Þetta bók sem myndi eiga að vera þar? Algjörlega. Það skandalleg, hún þar ekki. Það skandalleg, hún þar ekki? Já. Já, það þess að Frelsi eftir Lindu Vilhjálmsdóttur.